Gísli Kjaran Kristjánsson tónlistarmaður búsettur í Höfnum á Reykjanesi. Þar býr hann ásamt konu sinni, Elísu Newman, og dóttur þeirra, en þangað fluttu þau í kyrrðina eftir að hafa unnið við tónlist víðsvegar heiminn. Eftir að hafa búið í Los Angeles flutti Gísli til London þar sem hann sneri sér að upptökustjórnun og lagasmíðum fyrir aðra en gaf þó út eitt og eitt lag sem nutu velgengni í íslensku útvarpi. Gísli gaf nýverið út plötuna The Skeleton Crew sem fyrsta plata hans í 15 ár. Hann segir það skapandi að semja tónlist í Höfnum og bauð okkur heim til sín í stúdíóið. Fyrsta plata sem þú gefur út núna í hvað, 15 ár? Já. Svolítið tími síðan síðast? Já, smá pása. Af hverju ertu að gefa þetta núna út 15 ára síðan? Bara eitthvað, þörfin kom bara einhvern veginn tilbaka að gera það. Ég er búin að gefa út eitt og eitt lag svona hér og þar og finnst það var gaman, bara svona það er svona smá kýtlar egoið, þú veist, að fara með eitt lag í útvarpið og heyrum að útvarpið, gaman, þú veist, og svo það bara verið nóg hingað til og þú veist, fólki finnst það skemmtilegt og eitthvað og svo ekki bara eitthvað, verða fullorðið, út í blödu og svo bara gerum við það en ég held að segja að einhverju leiti það svona ekki einhver svona stífla en bara einhver svona lítill áhugi og eitthvað svona og svo núna hefur það, veit ekki út af hverju, en bara breyst einhvern veginn og núna langum bara að gefa út meira. The world isn't fucked up, it's you, oh yeah. Ég hef alltaf verið í tónlist, alveg bara frá pínulítill, sko. En það er bara alltaf sem trommari og eitthvað lúðrasveit og veist, eins og flestir byrja, eða rosa margir alveg. En þannig að, já, svo bara leiðir svona eitt af öðru, sko, þú veist. Byrja sem er lög, þú veist, þó maður alltaf langar til þess, en út af svona nauðsyn. Og svo byrjar maður að taka upp af því að það er enginn annar til að gera það. Og þá þarf maður bara, já, þessi tæki gerir þetta og þá, nú skil ég þetta, klippa þetta og eitthvað. Og svo allt í nefn bara, þú veist, rúlla maður með það, sko. Og svo hugsa maður, þetta er að vera hljómborð, ég kann ekkert á hljómborð. Þá sittum við í viku að læra á hljómborð. Ok, þá getum við tekið hljómborð. Þá er það komið. Og svona bara vindur þetta upp á sig, sko. Bara, gaman að banninu í þessu lagi. Ég kann ekkert að spila á banninu, kaupum við banninu, geggjað. Þú ert ekkert að hringja þá bara í bannaleikara, þú bara ferði það sjálfur? Nei, af því að, þú veist, annað fólk gerir ekkert það sem sem er inn í hausnum á mér, þú veist, ég þarf að fá það út. Og það er, þú veist, ábyggilega eitthvað svona, þú veist, þetta hljómar rosalega svona hrokafullt og eitthvað svona control-freak dæmi, en það er ekki það, sko, það er bara, þegar maður hefur hugmyndir að lögum og einhverju stemmingu og eitthvað svona, þá er bara langeinfaldast að ná því bara sjálfur, frekar en að sitja í 3 vikur og útskýra fyrir þér hvernig ég vill að þetta sé, þú veist. Af því að leið og kemur einhvern annað, ég byrja að taka upp heilt lag og þú veist, og þá vantar bara pínlítið gítar. Svo fæ ég einhvern vinn með þess að gera, eins og ég gerir stundum. Það breytist feelingurinn, þú veist. Hann kemur bara með sitt, sem hann náttúrulega á að gera. Ég vill ekki heldur segja fólki hvað á að gera, heldur bara frekar að kemur með eitthvað flott inn í það, þú veist. Bætir ykkur við það sem ég hefði ekki fattað, þú veist. Og ég hef bara stundum erfitt með það, sko. Hvernig er svona ferli, einmitt bara frá því að þú ert komið hugmynd og yfir í það að þú gefur lag út? Það getur verið alveg rosalega gerst alveg rosalega hratt. Stundum gera það, þegar maður er heppinn. Stundum getur það tekið, þú veist, elsta lagið sem er á þessari plötu sem ég var að gefa út er alveg 2-3 ára, sko. Það tók ég bara upp gítar, trommur og bassa, söng og fannst það alveg hræðilegt og bara setja bara hún í einhverja skúfu og svo bara einn daginn, hreinlega bara núna daginn, þá bara opnaði ég eitthvað eldgamalt lag og bara eitthvað að skoða og svo bara, hei, þetta lag er bara ekkert svo slæmt. Það sem vantar bara hérna, þú veist, þetta og þetta. Þá var þetta bara komið. Allt í einu var bara smellur eitthvað saman, veist eitthvað. Þurfti bara kannski aðeins að hækka í bassann, þú veist, bara eitthvað. Það er oft svo lítið sem að þarf til, þú veist. En að því bara að gleðja sjálfum mig, þú veist, og svo bara vona að einhverjum öðrum finnst þetta skemmtilegt, þá vinnur maður aðeins í þessu svona forsendum heldur en maður kannski að reyna að búa til eitthvað pop hit, þá eru bara alltaf aðra reglur og þá er meira svona þess að fara í vinna fyrir mér. Þú veist, þurfum að gera svona og svo gera svona og þetta virkar, ég veit að þetta virkar ekki, þetta er ekki sniðugt og eitthvað svona. Þú ert núna alveg svolítið í öðruvísi umhverfi hérna í Höfnum heldur en þú ert búin að vera eins og hvað þegar þú gafst út síðustu plötu? Já. Þú ert búin að vera svolítið að ferðast heiminn að vinna í tónlist? Já, ég alveg út allt, sko, þú veist.
gerði eina plötu í Los Angeles sem átt að vera sko önnur sólóplata mín, hún var aldrei komið út. Og svo fór ég bara út í að taka upp fyrir aðra og vinna með öðrum og svona og þá hef ég gert plötur náttúrulega í Noregi og í London og gerði plötur í Minneapolis og Trinidad, Karabíska hafinu og þú veist bara svona fáránlegustu stöðar, svona druslastum bara að gera þetta, það er stór skemmtilega. Hvort er skemmtilegra að vera að taka upp fyrir aðra eða gefa út efni sjálfur? Það er skemmtilega að blanda því, að gera þetta skipti, svo þetta er náttúrulega bara þú veist, að grafa svona mikið í sínum eigin haus til að semja sín eigin tónlist og það er bara óhollt, held ég. Og það var hlutið ástæðan fyrir ég stoppaði svona lengi líka, þú veist, ég gerði samdi og gerði 2 plötur og túra ógeðslega mikið, þú veist, Evrópu og England og rosa mikið og þú veist, og svo byrjar maður eitthvað svona næstu plötu og viðtöl og eitthvað svona og maður svona, þetta er bara ekki sniðugt, sko, þú veist, syngja lög allan daginn sjálfan sig og fara að tala sjálfan sig, gera, þetta er ekki sniðugt, sko. Þannig þurfti bara rosa að skipta fókus yfir á eitthvað annað, sko. Svo get ég gert þetta og svo held ég bara að vinna með öðrum og gera eitthvað annað. Eins og hljóðblöndun, hefurðu lært þetta bara sjálfur? Því sjálf lærið bara með mjög margt í tónlistinni. Já, jú, maður lærir þetta aldrei alveg, þú veist. Það er svona þetta sem er svo gaman með, maður er aldrei búinn að læra þetta. Að svona á svo mörgum ástæðum, þú veist, þetta er aldrei búið, þú veist, þú sé búið að gefa plötuna þá þýðir ekkert að ég sé ánægð með hvernig þetta er, þú veist. En það er svona hlutir sem maður þarf að læra, maður þarf bara að sleppa hlutunum. En maður er aldrei búinn að læra þetta. Þú veist, það er ekkert engin endastöð í þessu. Það getur alltaf verið betri og betri og þú veist, bara gefur plötu og svo árið seinna hlustar á hana bara, bara læra miklu meira. Ég hef gert miklu betur núna en þetta sem þá, þú veist. En það er eitthvað við það sem er svo heillandi að maður er bara, þú veist, þessi svona þróun stoppar aldrei. Nýja plata þín. Já. Geturðu sagt mér bara aðeins frá henni? Hvað snýst hún og svona, hvernig tónlist er þetta? Það byrjuði á því. Þú þarft að vera djúpur. Já, þetta er rosalega djúpt stöf. Nei, ég veit það. Þetta er rosalega sjálfhverft allt saman, sko. Eða svona byrjunarreitur en þannig séð, sko. Og eitthvað. Hvernig tónlist er þetta myndir þig? Lýsandi. Þú veist, þetta er kallað eitthvað svona indie rock, indie pop, eitthvað, þú veist. Svona stundum svolítið sorgmætur maður með gassagítar. Horfir á sjóinn. Horfir á sjóinn, einn út í sveit. Það er rosa flott lýsing. Anyway, there's no need to pretend. I'll catch the words that fall out of your mouth and I'll place them on a shelf. Ég spila á, sem sagt, bara, ég gerði plötuna þannig séð. Elisa Newman, kona mín, hjálpar mér stundum, spilar á fiðlur og syngur bakgræði. Og dóttir okkar hefur tekið sér til að spila alveg slatta líka. Hún spila næst mest á plötuna eftir mér. Dóttirin hvað gömul? Hún er 5 ára. Hún hefur engan áhuga á þessu. Hún kemur hérna annars lagið og segir, pabbi það vantar svona hljóð í lagið þitt. Og svo tekur hún bara eitthvað og spila. Ég bara, já, það er alveg rétt fyrir þess. Og svo verður ég bara að finna mikrofón, setja hann upp og hún spilar, setur þessi heyrnartól. Við gerum aftur að tókst í það. Já, alltaf. Það er ekkert vesen fyrir hann að græða þegar 5 ára? Nei, henni finnst það ekkert merkilegt, sko. Svo eitthvað segja við henni, á, spila fullt á plötum og svona. Þú bara alin upp í tónlist? Já, ég er nú, maður reynir að vera ekkert að þröngva þessu bána, sko. Það sé ekkert sniðt en þetta er bara svona hluti af hennar umhverfi. Við fluttum frá London í miðbæ Reykjavíkur og þar fengum við einhvern veginn svona allan hávaðan og lætin eins og voru í London en var samt ekki jafn spennandi á London. Þannig að þá var ég sem að þetta er ekkert skemmtilegt og bara fara að fyrir bara langt út í sveit. Mikið skemmtilega. Er Elísa ekki hérna? Er það byggja mér? Jó, sko pappinnar ólst upp hérna í Hafnarfirði, sko. Hún bara ólst upp í Keflavík. Já, ok. Hvernig er svona hefðbundinn dagur hjá þér í Höfnum?
Eru þeir ólíkir eða? Mér langar að segja þessu Bubbi Morthens. Ég sest út og hugleiði í 45 mínútur. Það samt ekki alveg þannig. Nú, jæja. Nei, ég veit það ekki. Bara vakna og drekka við mikið kaffe maður getur og reyna að semja lag. Hlustarðu mikið íslenska tónlist? Já, alveg helling, sko. Mér finnst þetta bara alveg frábært, þú veist. Það er gaman að sjá hvað þetta er allt sem alltaf að verða betra og betra, þú veist, svona á svona, þú veist, gæðin er alltaf að verða meiri og meiri, þú veist. Og þetta er bara að keppa við allt í útlöndum og allan hátt, þú veist, ég veit þetta er ógeðslega allar, en samt staðreynd, þú veist, þetta mainstream poptónlistin var ekki svona á Íslandi, en hún er orðin að núna, þú veist. En svo er svona þróun í svona tónlistastefnum og svona, mér fannst þetta vera aðeins meira svona klikkun áður fyrr, þú veist, það voru klikkaðar hljómsveitir út allt, það voru bara að gera eitthvað steypu, þú veist, það var að koma útlendingar til Íslands og bara svona, jeez, hvað er að gera þetta maður? Og núna er þetta aðeins meira svona, þú veist, fáað, en þú veist, svona mainstream pop bara, en samt mikið af góðu fólki, þú veist, mikið af góðu söngkonum og þú veist, góðir margir þessi rapparar og allt þetta út, eins og það fyllt af flottum hljómsveitum líka. Og svo bara gaman að sjá hlutina þróast bara. Er ekki mikill munur að vera í þessum tónlistarheimi eins og til dæmis í London og LA og koma síðan til Íslands og vera í höfnum að vinna í tónlist? Jú, það er svolítið mikill munur. En þú veist, upp á að vera skapandi og eitthvað svona þá er fátt betra en að sitja hérna, þú veist, og horfa út á sjóinn bara. Og á eldegi og meðan maður er að semja lag, það er ekkert slæmt, sko. Í stórborgum verður bara oft mikið, þú veist, sem truflar mann. Allir vinnudagar í London enda á því að fara á pubinn. Það er svona misgott, er rosa gaman. Los Angeles og allt öðru sig, það er allir bara rosa heilsufrík, þú veist, og bara eitthvað. Og svo er líka bara stemmingin, þú veist, Los Angeles hjálpast allir úkslega mikið að. Og London er meira svona fólk að vinna fyrir sig, svona, þú veist, ekki, ég neikvæðan átt heldur meira svona, hérna, ég er ekki að flytja á mína og svo hérna er hún, þú veist. Ég er ennþá ekki búinn að fatta hvernig þetta er á Íslandi, en þú veist, já, bara mismunandi stemming. Náttúrulega finn það ekki hérna, það býr enginn hérna.